Góðan daginn, kæru vinir, og ekki alveg gleðileg jól. Þau eru að koma. Og okkur börnunum fyrir að hlakka alveg óskaplega mikið til. Sennilega, já mörgum okkar, kannski ekki öllum, var nú orðin svo lítill spenningur í liðinu þegar að, hvað er ekki 12 í dag, 12 desember, jú. Þá vorum við nú svolítið farin að horfa á dagatalið og telja 13., 14., 15. og svo framvegis. Vá, þetta er að vera komið, sögðu við. Og svo var nú kannski komið að einhverjum pökkum við jólatrið, var þetta ekki geymt þar? Allavega, jú, ég held að, ég man það ekki alveg, jú, ég held það. Og við vorum stundum að læðast í pakkarúna og skoða frá mér til þín og svo framvegis. Og við komumstum að því og við áttum þetta kannski innan 5 pakka. Við vorum að hrista og reyna að kíkja í þá og hatta á hvað þetta væri. Reyndar var ég nú ekki svo grúfur að ég opnaði pakkana, en ég skilst nú einhverjir hafi nú gert það. En það var alltaf nóttu til. Það voru allir sofandi og engin vitni að neinu. En þar með var vinurinn búinn að eyðileggja fyrir sér allavega þá gjöf, því hann vissi hvað var í henni þegar að mamma sagði til hans frá einhverjum. Þá vissi vinurinn hvað þetta var. En svo voru þarna kannski einhverju fleiri pakkar sem hann vissi ekkert hvert innihaldið var í þeim pakka, og þá var allavega spenningurinn þar að vita hvað þetta væri nú. En svona voru nú þessi blessuðu jól. En þau eru nú ekki svona lengur hjá manni, því að ég er orðinn grár og gugginn, og var ekki grár og gugginn þá. Ég held að var ég með mitt meðfædda hár sem var skolleitt. En samt er það nú þannig, kæru vinir, að þessi drengur sem þá var svona spenntur fyrir jólunum er nú orðinn roskinn maður í dag, en samt er þetta nú sami einstaklingurinn. Það má nú alveg vera með það á baku eyrað, og ég tók eftir því þegar ég var, maður náttúrulega þekkti fullt af strákum og stelpum á þessum tíma sem voru þarna í kringum mann og ég kringum þau og allt saman það. Og svo er náttúrulega óx maður úr grasi og hver gekk sína leið. Og maður mann eftir ýmsum töktum svona, veist hvernig þetta fólk er af. Það eiginlega má segja hver hafi svona sinn takt og kannski kæk má segja. Svo hitti ég einn jafnaldra minn, 20-30 árum seinna geti ég trúað, og hann var náttúrulega orðinn jafn gamall mér og allt saman það. Ekki komið grátt hár eins og ég er í dag, frekar en ég, þá. Og við förum að tala saman. Og þá heyrði ég, bara strax hann er bara alveg eins og hann var. Það hefði ekkert breyst. Árin hafi ekkert lagað þetta neitt í honum. Og þetta fór ég nú að hugsa með mér sjálfum, að svona er þetta líf okkar mannana. Við breytustum ekkert svo mikið. Við náttúrulega reynum alveg fullt af hlutum og erum búin að ganga í gegnum alls konar í okkar lífi. Annað er nú bara því miður ekki hægt. Það er þetta sem lífið hefur upp og bjóða, og eins og Biblían talar það, þá segir hún að dagarnir séu vondir. Og við fæðustum inn í þessa vondu daga, og við hljótum að sjá og skilja að það felst eitthvað í því að vera inn í þessum vondu dögum. Það væri ekki sagt þessa daga í Biblíunum að þau væri vondir nema að því þeir eru það. Og þegar menn skilja hvað áttur við, þá geta þeir alveg sagt sér sjálfur að það býði þeirra alls konar. Og hver getur ekki sagt að sína hefur ekki beðið alls konar, og kannski minnst sem að bað Draumar ekki ræst sem hann vænti, og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er líf mannsins, og þetta gerist allt inn í þessum vondu dögum. Og svo er nú ljósinn í þessu öllu saman sem heitir Jesús, og ég og þú erum að boða hann. Við erum að boða fólki hann á hvaða aldri sem er. Börn, þau þurfa á honum að halda.
og það er jafn slæmt að halda Kristi frá barninu bara eins og öðru fólki. Barnið, það er eiginlega best fyrir barnið að taka við Kristi. Því að það er alla líkur til þess að þetta barn, því verði sneitt fram hjá alls konar hindrunum og erfileikum sem það annars myndi rata í. En það er ekki allir svo heppnir að fara þessa leið, en ég meðtaka þessa leið. Og af því að þeir eru ekki heppnir eða vilji ekki vera heppnir, þá fara þeir með sjálfa sig bara þangað sem að lífið vill og það bara er í þessum vondu dögum. Og hvað endar það? Hver veit það? Ekki ég allavega. En ég veit bara hörmungarsaga margra manna og kvenna er ekkert, ég er bara til staðar. Ætli ég get ekki sagt mína hörmungarsögu, ég vildi það, en ég vill það bara ekki. Ég nenni ekki að vera standi að grafa hana upp. En örugglega er hún þar einhvers staðar og svona til þess að gera langarsögu stutta, þá getur maður náttúrulega þetta bara tekið fram þau ár sem maður var í þessari drykkju. Ætli það sé ekki mínir vondu dagar, ég hugsa það. Þannig að við þurfum að ígrunda ýmislegt og til að mynda hvað við erum að færa hvort öðru og hvernig við viljum hafa okkar mál og hvað við viljum gera til þess að dagarnir okkar verður svona ekki þessu vondu dagar. Þegar Guð er megnugur þess að taka okkur út úr þið. Hann talar ríki sitt á jörðinni. Og þar eru dagarnir öndvertu vondu dagana góðir dagar. En þú þarft þá að koma með hans leyfi inn. Og hvað er leyfisbréfið? Heilagur andi og trú. Það er leyfisbréfið sem hún hefur inn í þetta ríki. Og menn eru þar nokkuð sáttir, en þó ekkert 100% örugt að svo sé. Því að þú hættir ekkert að vera maður þó þú takir við Jesú. Það er aldrei ekki þannig. Þú heldur áfram að vera manneskja bara eins og þú hefur alltaf verið. Ég get alveg sagt þér það bara með sjálfan mig. Að ég er nú ennþá bara hann Konni gamli úr Hrafnafirði. Núna gamall en var ekki einhvern tímann gamall. Ég er bara sama manneskjan. Og ekkert öðruvísi en ég hef alltaf verið. Munurinn sá og nú er að ég trúi á Jesú. Það er nú eini munurinn. En það breyttir reyndar öllu fyrir mitt líf, einkum og sérilagi huga minn, hugsanir mínar og svo framvegis. Það er það sem breytist og þetta er maðurinn. Það er nú líka sannleikurinn í þessu máli, að maðurinn er það sem hann hugsa. Og hann gerir það sem hann hefur verið að hugsa. Þeir breyttu viðhorfi hugans, þá fara hendurnar að vinna góð verk. Ljá ekki máls á neinum illsku verkum. Því að illsku verk, hvort sem er hjá mér eða þér, tilheyra þessum vondu dögum. En við erum að tala hér góða daga líka, og þeir eru í Guðsríkinu. Þeir koma með endurfæðingu minni, já, endurfæðingu. Þegar þú fæddist, hvar varstu þá? Þú varst ekki til. Og þú fæddist, bara eins og allt fólk fæðist, gegnum skauð móður, og þar blasir við þessir vondu dagar. En innan þetta allt strax er Kristur, og hann mun láta þig og mig og okkur vita af sér, því að hann er með augastað á okkur til að taka okkur úr þessum vondu dögum inn í birtuna sína, það sem eru góðir dagar framundan. Þannig að við sem eigum þetta til getum ekki látið hjá líða að segja frá þessu. Það eru fleiri en manni grunar sem að taka fagnandi við svona boðskap. Það er ég búinn að sjá í gegnum tíðina. En svo er einstaka maður sem er alveg þörsum í þessu. En þetta er nú, ég hef nú komist að því svona sjálfur að þetta er nú líklega fólki sem Drottinn er
að fara að banka allu verulega hjá, vill það inn. En þvergirðingur og þrjóska mannsins náttúrulega algjörlega yfirgengileg og getur verið það og það því miður alltof oft, bæði hjá mér og okkur öllum hinum. Og það þrándur í götu þessa vegferðar. Akkur svona mikil þrjóska í mönnum þegar kemur að drottni og einhverju. Það liggur alveg fyrir. Því að þú ert ekkert endilega upptekin við það að vilja stökkva á það sem þú þekkir ekki neitt. En það. Þú manneskjan sem alveg bara stekkur til og helst á það sem þú þekkir ekki neitt? Allir svari við þeirri spurningu sínu ekki nei. Þannig allt hefur þetta sína skýringar. Og þarna komum við aftur af hugarfarinu. Ef að það neikvægt, gagnar kirkju og trú og kirkju og Kristu öllu því, þá náttúrulega ert þú og einu minn ekkert á leiðin inn. Þannig þú sér að þú þarft að breytast þarna. Ég svo sem breytti engu sjálfur og ég geti nú alveg haldið fram hér en drottinn kom bara og tók þennan gæja og umbreytti á sekúndubroti, eins og ég oft talað og ég horfði bara upp maður og sagði, það er víst til Guð og síðan hef ég aldrei talað neitt öðruvísi Guð eins og hann sé bara jafn raunverulegur og allt umhverfið mitt raunverulegt bara frá því andartaki. Þetta var hugarfarsbreytingin sem breytti mér hugarfarslega og í allri afstöðu til fullt af málum. En þú ert ekki að horfa á neitt annan mann heldur en hann Konargaml úr Árnahöfði. Þú myndi aldrei horfa á neitt annan heldur en hann. Og þegar þú fyrir að tala við hennan gæja, þá kannski segir þú eins og bara ég sagði við hennar vinn minn sem ég hafði ekki hitt í áratugum saman. hann hefur ekkert breyst. Það hefur auðvitað margt breyst hjá kristnum manni, en maður svona sami karakter og maður hefur alltaf verið. En kannski aðeins blíðari en maður kannski var einhvern tímann. Þannig hef ég nú aldrei verið með einhvern yfirgangshátt við nokkurn mann og það hefur aldrei verið minn akkilesarhæll. Og aldrei þessi frekju hundur eins og sumir voru og manni leiddist nú alveg óskaplega. En það ekki við allt ráðið, þannig að ég var nú aldrei þar og hef nú ekki verið síðan með neitt svoleiðis uppi. Maður reynir bara auðvitað í dag að fylgja honum sem að maður lítur og þannig það nú líka með okkur öll að við fylgjum honum eða þeim sem við lútum og þannig nú líka maðurinn gerður, hann lítur einhverju. Það lítur enginn þannig séð sjálfum sér. Það eitthvað annað sem hann lítur, þannig getur auðvitað sagt hvað sem hann veit, við getum sagt allt allt svona, en þannig það að við lútum einhverju. Hverju ég laut áður, tíma allavega áfenginu, það var nú bara þannig. En nú lít ég lifandi Guði og þar ólíkur saman að jafna. Nú lít ég lifandi Guði, hef ég komist í kynni við þetta tæra og góða og kann vel við þetta tæra og góða vegna þess að það tært og gott. Og þar vil ég rækta upp minn huga og mína sál og mína afstöðu til lífs og mála og get gert vegna þess að ég hef alla burði til þess. Ég á sam og þú, ég á orð Guðs og ég á meira, ég á þig og get leita til þín trúmál ef ég vill það og svo framvegis. Og maður svo sem leitaði til margra þegar maður var ekki í trúnni og maður talaði þetta ekkert það trúmál og hvernig nátti ég að gera það ekki vitandi hausni sporð á trú. Kannski rétt eins og þú sem heyrir þetta mála að þú veist kannski ekkert trú. Og þú þarft ekkert að skammast inn eftir það og þetta engin áfellisdómur fyrir þig. Við vorum öll svona. Þegar ég frelsaðist og drottinn kastaði yfir mig, eins og ég segi, einu stykki af heilugum anda, þá vissi ég bara ekkert Guð.
en sá hann þarna. Hann kom því nú þannig til vegar að ég get ekki þakka mér það með einum hætti. Og hann hefur minnt mig á það að ég var maðurinn sem var ekkert að leita að Guði. Ég var reyndar farin að hafa samband við trúaðan mann á þessum árum og í raun og veru var ég ekkert að leita að Guði. Ég bara dróst staðan vegna þess að þetta var skyldmenni mitt og það var svona ágætis kunningsskapur á milli okkar og ég var ekkert að fjargviðrast neitt yfir því hverju hann trúði. En ég sá aldrei sjálfa mig vera neitt þar. En í dag segi ég að Drottinn sá annað. Og svo daga eitt að þá tekur hann upp úr vasasunum, brjóstvasasunum, var alltaf með lítið testamenti þar, kannski eru sumir með lítið testamenti þar og hann sagði, heyrðu, ég ætla að gefa þér þetta, sagði hann. Já, það var gott mál, sagði ég og stakk því innan á vasa jakkans eða flíkurunnar sem ég var í og svo þess að keyrir hann mig suður í Hafnarfjörð og ég hitti oft móður mín á þinn, hún var nú lifandi þá og svo kvöldi þá kem ég heim og var eitthvað í þungum þöngum sem ég veit að þú þekkir ekki og ég tek þessa fallegu bók, mikið notuðu bók, snjáðu svolítið, greinilega notaði hana mikið og ég hendi henni bara út í horn og hún lenti alveg innst í horninu og þannig var hún í einhverjar 45 mínútur. Og þá fannst mér, já, þetta nú asnalegt maður getur ekki verið að afgreiða hlutina svona og ég stóð upp og hérna sest aftur í stólinn minn og opna hana. Eins og ég oft sagt og ég myndi nú gjarna vilja vita muna, en man ég ekkert hvað ég las, en ég las einhver 1 orð eða 2 í henni og það nægði. Þetta var allt sem ég gerði. Þannig að þú sem ert að heyra það að þú getur ekki frelsast nema að hafa farið í 2 ár í biblíuskóla og kunnir eitthvað að ritningunni að þá fyrst getur þú frelsast. Það er bara kjaftaði. Það gerist ekki á mér. Það gerist bara eins og hendi veifað. Í raun og veru og í orðanlega fyllstu merkingu eins og hendi veifað. Og síðan hef ég ekki verið sami maður þannig séð að í svona öllu hugafari og áliti og skoðunum og svo framvegis. Ég hef aldrei orðið samur eftir það hvað þetta varðar. En þú ert nú samt að horfa og heyra og hlusta á hann konnagamla úr Hafnarfirði sem var einu sinni sjómaður og svo gert ýmislegt eftir að sjómennskunni hætti. Bara konni gamlur Hafnarfirði og ég kann vel við það að vera bara konni gamlur Hafnarfirði. Ég kæri mig ekkert að vera neitt annað en það því að ég það. Það nú bara málið. Hann ágætur hann konni gamlur Hafnarfirði, hann flottur maður. Og eða þú Reykjavík eða hvaða svo ert, þú líka flottur og flott. En áttu til Jesú. Já, kannski þá verður ennþá flottari. Því þá komið lífin í hjartað og meira, þú ert farin að sjá ýmislegt sem þú komst ekki auga á áður vegna þess að augun og hugur var svona á vissan hátt blindaður. Þú varst inn í þessum myrku dögum, vondu dögum, þekktir ekkert annað. En svo kom Kristur og hvað? Hann gaf þér í viðmið. Þú fórst að vega og meta sjálfur og sjálf hvernig þú ættir að lifa. Nú varstu komið val, gott og vont, erfitt. En þetta kannski, já, ég veit ekkert það, en þetta það sem að gerðist og gerist. Þannig að þegar þú fyrir að áttaða þig á því að þetta til staðar, svo lestu þau í Biblíunni að dagarnir séu vondir, þá sérðu, reynir það og ert sannfærður og sannfærð að orðið sé rétt. Áður, fyrir þann tíma, þá hugsaðir þú aldrei neitt góða og vonda daga. Þannig séð myrkur og ljós. Kannski hugsaðir vonda daga því að þeir voru eitthvað að berja á þér. En þú sást ekki þetta ljós og þetta myrkur. En
þegar trúin er komin, þá opinberast það fyrir þér. Einhvern veginn bara gerist það og svo verður opbóðslega glaður og glöð þegar þú sér það að það stendur í Biblíunni. Drottinn dregur þig að orði Guðs. Og trúin segir við þig, þetta er það sem þú þarft að vita, þetta er það sem þú þarft að fara eftir og þetta er eitt af því sem verður kristnum manni tamt að gera. Já, þetta er það eðlilega líf í dag, það er að gera það sem Drottinn vill að maður geri. Og það er mjög einfalt að útskýra það því að þetta reynir maður sjálfur að er það besta fyrir mann að fara þessa leið. Og hyggnin segir við mig og þú ert hyggin manneskja, ég veit það, við höfum að fara það sem eru góðar leiðir. Hætta að tróðast í gegnum einhver göt og skríða með veggjum og skurðum til þess að komast á áfangastað. Við bara förum beinustu leið að áfangastaðnum. Og mætum því bara hygglust sem að þar er. Og við komumst alla leið. Þegar sá er sigurvegari sem á Jesú í hjarta sínu. Það er nú eitt af því sem að menn uppgöta. En samt, það er nú stimpill á þessum kristnum mönnum, líklega, jú, það er þessi skrýtningallinn. Og maður var svo sem ekkert laus við það þegar maður var ekki í þessu sjálfur, þá leit maður nú á þetta fólk sem að eitthvað til að hlæja að. En svo fór maður sjálfur á þennan stað og getur vel verið einhver finnist þetta afbáðslega fyndið að ég skuli vera kristinn maður. En ég er ekki til í að skipta á stöðum þótt að einhver mögulega hugsanlega finnst þetta ofboðslega fyndið. Ég ætla mér ekkert að skipta á því vegna þess að þú skiptir ekkert á því besta þó einhverjir segi eitthvað annað um það. Einhverjir segja eitthvað annað um það vegna þess að þeir þekkja það ekki. Bara skýringin er nú svo ósköp einfalda. Og það sem þeir þekkja ekki eru þeir samt að tjá sig um, en hvernig ætlaðu að gera það? Ja, það getur ekkert komið neitt nema eitthvað bull út úr því. Bara eins og var hjá manni sjálfum þegar maður náttúrulega þótti, hafði kannski ýmislegt um það að segja, þessa trúuðu menn, þetta voru bara ofstækismenn og veit ekki hvað og hvað. Ég þekkti nú eitt svoleiðis sem hafði þetta orð á sér að vera bara hreinn og beinn ofstækismaður. En þessu manni kynntist ég nú mjög vel. Og ég sá bara ljúfan dreng og góðan félag og hinn ágætasta mann. Og meira að segja svo mannlegur að við göntuðumst oft og hlófum eins og vitleysingar saman. Það kom mér svolítið á óvart þegar að einhvern tímann, ég held að hann væri svona graf alvarlegur að bara þrifist ekki eins og flugur og vegg vegna þess hvað hann var alvarlegur. En svo fór að detta út um mér eitthvað upp undir fyndið og kallinn fór að hlæja og ég bara glátt á hann maður. Og þá sá ég bara, heyrðu, þetta er bara maður. Og eftir það þá hlófum við oft saman að mörgum fíflaganginum. Báðir, hann gat verið mjög svona fyndinn líka þessi náungi, þó alla jafna væri hann alvarlegu maður. En hann átti til í að kasta fram einhver alveg svolítið sprenghlægilegu og hló mest sjálfur. Svona eru menn, þeir eru svona. Þannig að þú missir ekki niður þetta mannlega í þér. En ýmislegt deyr sem að kannski olli því að þú varst að nota kannski óviðeigandi orð, þau deyja öll og máttu fara og farið þau fyrir betra. Það var eins og eitt af því sem að ég tók eftir í mínu fari, það var að ég hætti að bölva. Man alltaf eftir því. Ég tók nú reyndar ekkert eftir því fyrir einhverjum vikum seinna að ég var hættur að bölva. En það gerðist strax þegar ég fékk heila ananda, þá hvarf allt þetta eins og ég segi sem að mögulega myndi hindra mig á göngunni. Og það var þetta málfar, þetta ljóta málfar, bölv er ekkert annað en bara löstur á málfari manna og maður nú aldeilis á heimavelli þar. En ekki eftir þetta. Og bara hvarf þetta.
Og hvað kom í staðinn? Betra málfar. Já, sumir eru miklir bölvarar og finnst ekkert vera neitt af því að bölva. En þetta er eitt af því sem að deyr þegar að trúin kemur vegna þess að þetta málfar það tengist á engan hátt trú. Það datt út en jókst við hinn orðaforðan sem gerur að verkum að maður getur talað svona þokkalega íslensku og talað og lýst aðstæðum þannig að þetta verður allt saman skiljalegt. Þetta er bara gjöf frá Guði sem ég ætla mér bara aldeilis ekkert að þakka mér sjálfum. Og svo fór nú ýmislegt að svona skiljast betur og til að mynda það hver tilgangurinn væri með þessu öllu saman. Það er bara tilgangur með trú minni og þinni. Ég hef tilgang með minni trú. Tilgangur sem Drottinn setti af stað. Og ég held þú vitir alveg hver tilgangur minn er með minni trúarvinnu. Hún er til að mynda að tala við þig trú. Og ég skrifa trú og skrifa náttúrulega líka ýmislegt annað. Ég get alveg skrifað trú og hef oft skrifað trú og sumir segja að ég mætti kannski gera meira af því. En það er svona bara þeirra mál. Hvað þeir segja það, en ég verði auðvitað að fá að ráða því sjálfur hvernig ég gera þetta. Og ég hef með mér orð úr bókinni sem segir: ég er með yður í öllu sem þeir taki yður fyrir hendur. Það er nú þannig sem það segir. Á maður þá að syndga? Það er alltaf einhver útusnúningur þegar maður kemur með eitthvað svona. Auðvitað áttu ekki að syndga. Þú endurfæddist til þess að deyja syndinni. Það er alveg skýrt tekið fram að þú syndgar ekkert eftir að þú ert komin til trúar. En þú getur gert fullt af hlutum. Og ég tók eftir því, ætlaði nú að vera aldeilis heit trúaður. Og tíma þá hætti ég að hlusta á alla þessa yndislegu músík sem að maður hafði fyllt með manni alla mína götur. Ég lagði þetta allt í hliðar og ætlaði að vera bara í gospelinu og því öllu saman og allt í lagi með það. En svo fórum við nú að sjá það að þetta snerist ekkert það að henda öllu hinu út. Þannig að ég fór nú að taka þetta inn allt aftur. Og svo fekk ég þetta ægilega Spotify. Þá fekk maður nú bara allan pakkan á einu bretti, takk fyrir. Bæði þetta gamla sem að maður alveg svoleiðis svolgraði í sig og svo þegar maður var komið með þetta allt þangað þá hélt maður bara áfram að svolgra það í sig. Og svo eru þarna líka alveg öll kristileg músík sem líklega er framleidd. Þannig að maður hefur val. Og ég reyndi að hlusta nú ekki rosalega mikið á það í dag, en maður setur þetta alltaf á annars lagi, ég er ekkert búinn að gleyma því. Maður er í þessu 70 og 60-70 dæmi mikið. Og hverju voru þá? Bítlarnir. Ekki segja þetta neinum. Það hentar ekki kristnum manni að vera neitt að blása þá upp. En þetta er nú Konráð Hafnarfirði sem að gera það nú samt. Og sér ekki annað en að trúin vaxi þráttur allt þetta. Þannig að við skulum ekki vera að hlusta of mikið á svona úrtöluraddirnar. Við skulum bara vita hvar við stöndum í orði Guðs. Hann segir nefnilega sjálfur, þetta eru gullvægar setningar: leitið fyrst ríkis míns og réttlætis. Og þá muniður veitast allt þetta að auki. Þannig ég veit alveg hver er í fyrsta sæti í mínu lífi. Hann heitir Jesús. Og ég bið það að sama gildi þitt. Vega nexti í trúnni. Og þetta var til þess að maður sá að hindranirnar sem maður kannski hélt að væru, þær eru ekki til staðar. Ég veit ekki hvernig fólk tekur þessu, ég er alveg hættur að pæla í því hvernig fólk tekur
svona orðum og öðrum orðum. Ég bara segi þetta að því ég veit að Drottinn er með mér. Ég hef ekki beðið neinu tjón af þessu. Ég held ég verði nú bara að segja það og ég held að menn taki nú undir það sem að umgangast mig hvað mest og þekkja mig hvað best. Hann hefur nú aðeins að vaxi í trúnni og þetta á hann að vaxa í trúnni alveg svo hver annar. En þú þarft að skilja út á hvað þetta gengur. Hvað sér Drottinn þegar hann sér hjartað þitt? Ég bið það að hann sjái orðið Jesús, nafnið Jesús, skráð á hjartað þitt. Með öðrum orðum, þú ert með hann númer 1. Hvað þú gerir annað er aukaatriði. Með hann númer 1 sér hann til þess að allt sem þú gerir er í raun og veru með einhverjum hætti lofsöngu til lifandi Guðs. Við sjáum að þessu að kennslan, hún hefur verið alls konar. Af því að við erum svo mikið frasafólk. Þessi frasa guðfræði, hún er alveg skelfileg. Og þetta er ekkert nýtt. Þetta hefur alltaf verið þannig. Við sjáum, munum eftir því þegar Kristur var eitthvað að átelja fræðimennina og það var foreldrana sem ég man ekki hvernig þetta var. Ég reyna að finna, ég gera það kannski seinna. Ég veit ekki alveg hvað þetta er, en þú manst þetta allt og þekkir þetta utan að. En hann var semst eitthvað að fjargviðrast við þá og setja ofan við þá hvernig þeir útskýrðu og framkvæmdu. Hann sagði þið hafi sett Guðs orð á haus. Þannig það er ekki bindingar, það er ég búin að sjá í Guði. Það er engar bindingar í honum en þú lærir að gera það sem er rétt. Og þú heldur þetta bara þar. Og það að gera einhvað rétt heldur mér og þér sjálfum á mottinu og vegurinn er bara beinn og hreinn. Og þú horfir í slóðina eins og ég geri og segi alveg fullum fetum. Það eru bara grænir vellir og fagurlega gerð blóm. Hvernig er þinn farvegur? Ekki nema aur og drölla kannski. Af hverju? Ég veit það ekki og mér varðar ekkert það, en þetta er það sem þetta er minn farvegur og ég get auðvitað ekkert annað en miða við minn eigin farveg. Af hverju? Ætli maður hafi nú ekki gert eitthvað rétt á sinni trúagöngu, ég býst frekar við því. Þú þarft að vita þetta, þú þarft að vera með þetta alveg á hreinu, að því það er svo mjög ósennilegt að menn sjáu eitt og annað hvað þetta varðar í þínu fari. Ég get nú ekki segja að þessi maður sé nú mikið trúaður. Ég var nú að þessi viltur heilugum anda, það var einhvern veginn sagt við mig. Ég man eftir því að þetta hrygði mig alveg svakalega maður. Ég var ekki hrifinn af þessum einstaklingi sem þetta sagði. Því að þetta var auðvitað bara rangt. En svona eru menn. Þeir draga upp alls konar ályktanir að því líklega vegna þess að þeir eru fullir efa, fullir vantrausti. Það er eitt af því sem að þarf að víkja þetta vantraust á allt og öllu. Þú ert að gera þetta, þú getur ekki gert þetta, maður kristi með öðru. Það er alls konar svona sem við þurfum að vara okkur á. Og ábyggilega höfum við oft hryggt lifandi Guð með alls konar yfirlýsingum og orðum og ekki gera þetta og bing, slóa hendur á fólki. Það er ekki rétt lið. Það er nú eitt af því sem ég hef lært, eitt af því mörgu sem ég er búin að læra af þessari göngu sem er umfram allt mjög skemmtileg. Það verður ég nú að segja. En maður verður bara að stóla á Guð og hafa hann númer 1, eins og vorum að tala að þá fer þetta nú bara vel. Þá segir þú bara eins og ég, minn kæri vinnur og vinkona, í minni slóð er bara græni vellir og fagurlega
útsprungin blóm. Hverjum það að þakka? Guði þetta. Af því að sambandið okkar hefur verið hreint og tært. Og þetta nú aldrei ekki hroki að tala svona, ég veit að þú segir það, en þetta bara engin hroki því að þetta bara sannleikur. Við eigum að segja sannleikan og við eigum að segja sannleikan líka í þessum málum. Þannig við sjáum, ef við skoðum þetta þessum augum, þá eru hindranirnar ekkert neitt svo margar. Það eru þetta hindranir og þannig lífið, en hindranirnar eru miklu færri heldur en við nokkuð tímann ímyndum okkur. Leitað fyrst ríkis hans og réttlætis, hann segir það sjálfur, og þá muniður veitast þetta auki, þetta hvað? Hvað þetta sem hann að tala um? Hvað viltu gera? Við höfum öll þessi varnaðar orð, syngi ekki framar. Þannig við erum ekkert að fara neitt að synga. Við höfum þessi varnaðar orð, við erum heiðarleg. Þannig við erum ekkert að fara út í eitthvað óheiðarleika. Þannig að það sem þú ert að gera, ert að velja, bara rétt. Eitthvað sem að geri þér gott. Og svo fyrir þetta, þá máttu alveg hafa gaman að einhverju. Það ekkert bannað að hafa gaman að einhverju. Ég hef gaman að mörgu og ég svo heppinn maður að ég vinn við það sem ég hef mest gaman að og það einmitt að gera þetta sem ég að gera hér. Ásamt að skrifa og vinna svona með ljósmyndir og alls konar stíla og efni. Í dag þetta mín ær og kýr. Þegar ég var ungur maður og ekki gráhærður og aðeins grennri. Þá var þetta nú ekki einu sinni til. Að skrifa maður, brjálaðum, skrifaði bara sjálfur. En svo fór þetta að fæðast. Ég man eftir því, svo við segjum það svona lokum, að það byrjaði þannig hjá mér. Það var nú svona smá stoltur á þeim dögum kannski. Að það var náttúrulega verið að skrifa í blöðin og allt þetta og mér fannst þetta ekkert vera neitt nema fræði menn að skrifa. Menn, háskólagengnir og langskólagengnir menn og konar. Og ég sagði, hei, en ég ekki skólagengin, en ég hef frá ýmsu að segja. Ég hafði skoðanir og mörgu. Og mér fannst þess að skoðanir mína bara ágætar. Það var svona upphafið að þessu hjá mér. Og ég skellti fram smá hugleiðingu og fekk hana birta. Þar með var bara boltinn farin af stað og hann ennþá í gangi. Þetta var 84, já. Það er 2021 í dag, þannig nú sér það að þetta er norðun allmörg. Þetta byrjaði svona, ég man eftir því að ég fannst þetta alveg með að vera að leyfa þessum menntamönnum einum að eiga þetta. Það bara kemur ekki til greina, við breytum því bara. Og gamli þá, eða reyndar ekki gamli þá, en hann fór að stað þessi og hefur ennþá setið við þetta. Glattið oft, kannski ekki alltaf, því að þú kannski ekki alltaf sammála mér. En stundum hefur hún verið það og ég hugsa að þú hafi nú oftar verið það heldur en andstæðingur þess sem ég er að segja. En það er nú eitthvað atriði. En hérna við erum orðin alveg hundlið ásið ekki, þannig að ég ætla að kveðja núna og þakka fyrir mig og halda þessu góða verki Drottins áfram.